Í þætti kvöldsins komumst við að því hver uppáhalds skóla Arons Kristjánssonar landsliðsþjálfari í handbolta. Gísli Sveinbergsson keppir í spídgolfi. Við kynnumst Valdísi Þóru Jónsdóttur atvinnukylfingi af Skaganum og skoðum flottar græjur. Stuttarspilsprófið. Við ætlum að taka þetta nokkur sinnum í sumar. Já. Við erum að slá í rauninni öll högg frá 65 metrum niður í 1 meters pút. Þetta er í rauninni, já, þetta fer yfir allan skalan í stuttu spili og við fáum stig fyrir það hversu vel okkur gengur í með hvert högg. Já. Þú skrifar árangurinn út og kemur ykkur tala og svo getum við fylgst með hvernig þetta gengur hjá þér. Markmið okkar er að fá sem fæst stig. Hérna eru reglunar, hvernig við fáum stigin. Já. Það er allt til alls á þessu blaði. Beauty við þetta próf, og þetta er búið að standast tímastönn þetta próf, er sko parið, eða svona það sem við köllum árangur, er 72. Já. Eins og fyrir þig með 16 í forgjöf, þá getur þú bætt 16 við 72, þá erum við í góðum málum. Þannig að 88 sem skor fyrir þig, þá ertu ekki endilega að tapa mikið á öllum þarna. En við viljum náttúrulega lækka þetta eins mikið á hægt er. Og þetta aðstoðar okkur svolítið við að sjá, ok, ég þarf að æfa þetta högg eða þetta og þetta, skiljið. Það er ekki bara að taka heildina, ég þarf að æfa stuttarspili, ég þarf að æfa 15 metra glompuhöggin eða... Já, ekki bara allt stutta, heldur við ætlum að taka til dæmis eina æfingu, bara fókusur á 15 metra glompuhögg, bara vera góður í því. Þá erum við komin í 20 metra höggið, hérna yfir glompu. Þurfum að passa að lyfta boltanum hérna yfir glompuna og fá hann til að stöðva sem fyrst. Basic stuff. Þetta er bara högg sem við erum alltaf að lenda í. Já. Þetta er hluti af þessu prófi og nú ætlar ég að slá fyrir mig. Þetta eru 3 högg sem þú slærð. Já. Og svo mælum við hversu langt boltinn er frá og þú fær stig fyrir það. Hversu langt hann enda frá hólu? Hversu langt hann enda frá hólu. Við ætlum náttúrulega að setja í hóluvenni. Basic stuff. Þarna ertu að tappa höggunum. Við þurfum að flæða betur í gegn. Ok, svolítið fastur. En venni, sérðu þú ert ekki neitt í lokastöðu. Já, ég skil. Fáðu flæðið í gegn. Skil. Ég er með tilfinningu fyrir þessu venni. Já. Langa mjög fram. Þarna. Venni. Þessi var nettur. Nei. Þetta er langur, vantar að flæðið í gegn. Við þurfum að vera 3 metra eða nær til að fá stig í prófinu. Fyrstu 2 boltarnir fóru þarna langt yfir. Ok. Nú erum við að taka hérna og nú mælum við þetta bara með... Þetta var hraustlegur meter. 1,5. Þetta er þessi rétt sleppur, þannig að við fáum stig fyrir þennan. En við fáum í rauninni bara fullt hús fyrir þessa þarna 2 því að þeir eru fyrir utan. Eins og áðan þá ætlum við að fá sem fæst stig og eftir því sem okkur gengur betur þá fáum við færri stig. Nú ætlar að vera, til þess að fá ekki fullt úr stiga þá þarf að vera innan við 1 meter frá hólu. Okay. Þetta er 7 metra pút, þannig að þú eru að vanda þig. Þú ert meistari í þessum höggum. Þeim mun nær, þeim mun færri stig. Þeim mun nær, þeim mun færri stig. Frábært pút, venni. Þetta eru bara sárafáir sentimetrar. Ok. Wow! 3 frábær pút hjá venni minn. 7 metrar, þetta er ekki auðvelt, sko. Þetta virtist vera auðvelt. Þetta virtist vera auðvelt. Þú lætur hlutina líta út einfalt. Takk að þér. Ef við tökum saman stigin hérna. Já. Þú ert með, fyrir þetta er innan við 50 cm frá hólunni. Þú ert að fá 2 stig fyrir þessa bolta. Ok. Og í rauninni færðu sama stigafjölda fyrir þessa því að það er bara 1 stigafjöldi fyrir 50 cm. Ok. Þannig að 6 stig. Ef hann hefði farið onni þá var það 1 stig. 1 stig ef hann hefði farið onni. Okay. 6 stig, það er parið í þessari þraut, þannig að vel gert. Við erum komin með skorið. Já. 85, það er ekki sem verst. Það er geðveikt. Það er bara mjög gott. Það er fín byrjun. En við sjáum strax hérna að við þurfum að bæta okkur í 65 metra pizzunum. Já. Og 45 metra pizzunum. Það er svona þar sem við getum sótt næstu högg á. Já. Og nú erum við komið með eitthvað svona til að með okkur við. Þetta er 85. Við erum búin að draga línu. Við erum búin að draga línu. Við förum ekki yfir aftur. Nákvæmlega. Þannig að
þú átt þetta. Þetta er mitt. Þetta er þitt. Nú er bara... Og nú er bara að bæta þetta og fyll inn í. Og fyll inn í. Nú er ég búinn að koma mér í smá vandræði eins og sem notar. Já. Sko mín fyrsta hugsun er bara sem rétthentur kylfingur er bara að tróða mér hérna inn í tréð og slá boltann hingað niður eftir. Hver er reglan í þessu? Má ég sveigja og beygja og vesnast í þessu tré eins og? Já og nei. Sko, flaggið er hérna, beint fyrir neðan, þannig að þú ætlar að slá í þessa átt og þú átt rétt á því að komast að boltanum þínum. Það er svona grundvallar atriði, en þú mátt ekki gera það hvernig sem er. Og reglan varðandi svona aðstæður eru að þú átt að nálgast boltaninn með eins lítilli truflun og hægt er að komast að með. Sem að þýðir í rauninni í þessu tilfelli, verandi rétthentur, að það er minni truflun, held ég alveg augljóslega, af því að fara hérna meginn frá. Jafnvel þó þú þurfir að sveifla þá eða greinarnar séu fyrir þér. Já. En þú veldur minni truflun með því að koma þarna heldur en að bakka inn í tré. Nú hvertum við geta þessu? Valdís Þóra Jónsdóttir er 25 ára atvinnukylfingur. Hún hóf atvinnumannaferilinn haustið 2013 en hún leikur á LED Access mótaröðinni og er sem stendur í 17. sæti. Hvernig er að vera atvinnumaður í golfi? Það er bara mjög skemmtilegt. Það er mjög krefjandi samt. Þetta er svona, tekur svolítið á andlegu hliðina og að vera einn út í heimi og þess aftur sko. En maður fara að ferðast út um allt og gera það sem manni finnst gaman. Þannig að þetta er upp á móti. Hvernig er svona venjulegu dagur atvinnumannsins í þínum tilfelli? Ég er rosalega mikil svefnburka, þannig að mér finnst það ekki skemmtilegt að vakna á morgnana, en ég gera það samt. Ég reyni að fara í ræktina frá kannski 8-9 eða 9-10 eitthvað slags, kem svo heim, fá mér að borða og svo fer ég upp á völl og ég er þar kannski frá 1 til 4-5 að fer eftir hvort ég spili eða hvort ég tek bara æfingadag eða hvort ég æfi og spili og þetta er rosalega misjafnt sko. En þeir geta verið alveg frá 3 tímum upp í 10 tíma. Hvert sérðu þið stefna? Bara eins langt og ég get. Mér langar að komast inn á Eldbyggja. Það er svona langtímamarkmið. Eins og ég náttúrulega stefna bara á Evróputúrinn og vill vera þar kannski 2-3 ár áður en ég fer yfir á Eldbyggja. Bara til þess að ég raun og veru þróa golfleikinn minn á góðan hátt. Sko. Hver er þínir helstu kosti sem kylfingur? Ég tek áhættir. Ég þori að taka áhættir. Ég trúi bara að ég geti dræfað inn á og ég trúi bara að ég geti dræfað yfir tjörnina. Valdís Þóra stundaði nám við innanhúshönnun við Texas State University samhliða því að æfa golf með háskólaliðinu. Það var mjög góður en mjög erfiður tími. Mér kom ekki rosalega vel saman með þjálfarann og hann var svolítið svona svipuð kannski típa eins og ég, læt ekki kannski segja mér of mikið fyrir hlutum eða fyrir verkum og hann eiginlega þoldi bara ekki að ég væri skilur ekki þessi típiski Ameríki og segja bara já herra og nei herra og maður fekk alveg að finna fyrir því. En þetta var rosalega gaman og rosalega skemmtileg í raun og lífsreynsla að fara þarna út og maður þroskast helling bæði sem bara einstaklingur og kylfingur að þurfa að standa á eigin fótum í raun og í 4 ár. Segðu mér, hvernig típa er systir? Hún er stuðpinni. Hún er ákveðin. Hún er ofboðslega skemmtileg. Valdís er tvöfaldur Íslandsmeistari í golfi en hún vann þennan eftirsótta titil árið 2009 og svo aftur árið 2012. Og hún er staðráðin í að landa titlinum í 3. skiptið enda mótið haldið á hennar heimavelli. Ég fer ekki móta hans alltaf að vinna það. Svo fer bara eftir hvort það gangi eða ekki. Talandi einmitt það, þú ert smá tapsár eða ekki? Jú, að sjálfsögðu. Ef ég væri ekki tapsár þá væri ég búin að ná svona langt eins og ég hef gert. Þetta er í hins vegar. Ég var rænd. Tók þátt í fyrsta mótinu mínu 8 ára með ömmu. Okay. Það svimaglegi kvenna. Ég var yngsti keppandinn og elsti keppandi var 80 árum eldri en ég. Þannig að það tekið mynd af okkur og rosa fínar. Hvenær fórstu síðan að finna það að þú væri nógu góð til þess að geta bara lagt almennilega stund á þetta? Eftir Íslandsmótið á Akureyri, 13 ára yngri, þá fór ég í bráðabana og tapaði.
og ég varð svo ógeðslega brjáluð ég tapaði að ég satt ákvað það að ég myndi aldrei aftur tapa fyrir þessa stelpu og æfði mig alveg svo vitlaus og ég var einmitt hérna í kring bara á þessu búfflaut sko fram á miðnætti hvernig degi, fór á vann frá 8 til 3 og kom svo og ég fór heim í kvöldmat og kom aftur og fór heim að sofa á miðnætti og ég ætlaði bara, markmiðið var bara að vinna hana og svo fór ég og keppti og þá var ég átti ég til að vinna allar og mér fannst það hrikalega gaman. Segja má að öll fjölskylda Valdísar sé í golfi en Aminur og afi eru heiðursfélagar í Leyni og fylgjast grannt með barnabarninu. Já, sjálfsögðu. Hafið þið fylgt henni vel eftir í gegnum ferilinn? Já, gert það. Og þetta er fjölskyldusport greinilega? Já. Það er eiginlega allir í fjölskyldu, flestir sem spila golf. Höldum árlegt golfmót hérna einu sinni á ári. Það er svona upp 25 manns. En það getur líka tekið á að vera atvinnumaður. Árið fyrra var erfitt, ég var ein rosalega mikið. Fyrstu kannski 4-5 mótin þá þekkti ég ekki neitt. Og manni fannst maður bara svona eins og illa að gera hlutir eitthvað. Einn á einhversvæðinu, einn í hádegismat, einn í morgunmat. Og þetta er rosalega einmannlegt. Núna gengur til þess mun betur. Ég er miklu meira gaman að þessu, ánægja af þessu. Þetta er miklu skemmtilegra. Þótt þessi leiðilegt að fara í svona mörg flug. Og maður nennir ekkert alltaf að vakna klukkan 4 á morgnana til þess að keyra í flug. En það er þess virði þegar maður er komin út og er að spila. Það virðist fyrir þeir stóru ekkjurir að hella geta ekki að vakna á morgnana. Ég bara get ekki að vakna á morgnana. Þetta er bara algjör kvilli sem ég hef fyllt með síðan ég var barn, sko. Maður er einhvern veginn alltaf með svona hnút í maganum. Þú veist, maður svona ætli hann hafi sofið yfir sig eins og til dæmis bara á Íslandsmótinu núna í síðasta að sumar þegar hún svaf næst yfir sig fyrir golfhringinn. Maður er einhvern veginn alltaf með áhyggjurnar sem að tekur held í áhyggjurnar af henni. Þú veist, sefur hún yfir sig? Er hún með nesti? Eitthvað svona fáraleg hugsanir sem maður kannski er að pæli sem maður veit samt alveg hún er með. Jú, þetta er náttúrulega erfitt og þetta á að vera erfitt. En það er líka bara þeir sterkustu sem komast í gegn sem geta í rauninu höndlað þennan erfiðleikastuðul. Ertu með plan B? Nei. Ég heiti Aron Kristjánsson og uppáhaldshóla mín er hóla 15 á Oddi. Aron, þetta er landsfræg hóla sem við stöndum hérna á. Hvers vegna er þetta uppáhaldshóla? Já, hún lítur svo létt út en er það ekkert endilega. Maður er vonar hvers skipt sem maður stegur hérna að tega. Maður fái draumahöggið og hitti hólu í höggi. Svo er hérna out of bounds til vinstri og hún getur auðvitað orðið martröð. Hún getur refsa manni grimmilega. Já. Það er alveg hárrétt. Við skulum sjá hvort að hún verði ekki góð við okkur í þetta skiptið. Það verður ekki. Gjörðu svo vel. Já. Hvenær var það svo sem þú byrjaðir í golfi? Ég var náttúrulega 30 þegar ég byrjaði. Byrjaði frekar seint, þannig að Það er svolítið það að íþróttamenn, handbolta, fótbolta og fleiri greinum, þeir stunda golf. Er þetta svona þerapía? Er þetta til eitthvað til að róa ykkur? Þetta er það er rosa gott að komast út í náttúruna og slæka aðeins á. Sérstaklega í góðum félagskap, þá er það æðislegt sport. Já. Spilaðir eitthvað út í Danmörku? Já, gerði það aðeins. Aðeins og lítið. Aðeins og lítið, já. Það var mikið að gera í boltanum en maður átti það til að geta stokkið út og spila kannski 9 á æfingavellinum eða eitthvað slíkt og svona til þess aðeins að dreifa huganum og þannig ná betri einbeitingu. Hvað finnst þér svona það besta við golfið? Finnst þessi útivera og vera í góðum félagskap að spila. Það er maður slakar á við þetta. Svo sakar ekki þegar maður er að keppa við einhverja vinafélaga. Vel gert. Maður ætlar að hitta. Já, að sjálfsögðu. Já, það var ekkert annað. Það var laglegt. Og það var bara með smá látum. Það var undir látum.
Þetta var ekki vandamálið. Heyrðu, þetta er skemmtileg hola. Það er alveg hárrétt hjá þér. Það var kæra þakkir. Við höfum alltaf gaman að græjum. Þú ert með eina slíka, eina nýja. Já. Hvað ertu með hérna? Heyrðu, við erum í hérna græju sem að heitir Game Golf. Þetta er það sem að margir kylfingar er að gera þetta til að halda utan tölfræði. Hvernig eru það að leika, hvað heita margar brautir og hvað er langt með hverju kylfu og hvernig gengur að innahöggum hana. Þessi græja virkar þannig. Þetta eru svona litlir kubbar sem þú setur aftan á hverja kylfu. Þú ert með lítið svona nema sem er eins og þennan hérna. Þetta er svona ekkert stærra heldur en svona gömlu símbúðarnir og þú smellir þessu bara, þú veist, í beltið. Ert bara með þetta í beltisylgjunni. Síðan ertu með aftan á hverri kylfu fyrir driver, brautatré, hybrid og öll járnir og púter. Og þá eru þessir svona litlu nemar, þeir bara skrúast aftan í gripið og eru þar. Þú ert ekkert að fikta í þessu. Þú ert ekkert að taka þetta af eftir hringinn eitthvað svoleiðis. Það sem gerist að áður og slærð þá kveikjuru, eða sem sagt áður og byrja að spila, þá kveikjuru á þessum nema sem að finnur golfvöllið svo ert á. Áður og slærð þá legguru kylfuna svo slær með aðnemanum, þá veit hún út frá GPS-punktum hvar þú ert að fara að slá. Já. Síðan slærðu næsta högg, segjum og sláðu með driver að teig og svo tekur þú sjöjárnið annað, þá leggur þú sjöjárnið að. Þar tekur hún GPS-punkt fyrir sjöjárnið, þá reiknar hún hvað teighöggið var langt og hvar það er staðsett, hvort það sé á brautið ekki. Þannig heldur hún utan alla tölfræði og hjálpar kylfingum gríðarlega mikið að lesa leiki. Þeir sem eru með Game Golf, eins og hérna eru við með Lee Westwood, McDowell, Jim Furyk sem dæmi, og maður kannski ekki endilega mikið að bera sig við það. En aftur á móti við erum hérna með Ragnhildi Sigurðardóttir, Loga Bergmann og fleiri og hérna eru að sjá hérna meðalskor og það er einnig hægt að skoða þú veist, hvernig gengur að hitta flatir, þá sjáum við prósenturnar hjá öllu þessi kylfingu sem að rekka síðan með hæstu prósentin og hann hitta fleiri brautir heldur en Lee Westwood. Það er mjög gott að geta borið sér saman við aðra sem er að keppa við. En ef þú ert meðlurum í GR til dæmis, þá getur þú borið saman við félagina í GR eða Keili eða Moses. Upp á bara montréttin, eða ekki? Já, montréttin og kannski ertu að tapa fyrir þeim, þá sérðu kannski hvar þeir eru betri eftir, hvar þú ert að æfa. Og ekki síst er hægt að skoða einmitt hvar maður getur bætt sig. Ef maður er með 12 í forgjöf og félagarnir eru með 10 og maður er kannski að slá svipa langt á þeir en einhvers staðar leika högg. Heyrðu, þetta var skemmtilegt. Takk fyrir þetta kjærlega. Takk sömuleiðis. Búin að hugsa þetta? Nei. Það er bara að fara... Ég ætla bara að binda fyrir augun og hlaupa á staðið? Ég ætla bara að byrja á að lúðra á þetta, skilur. Já. Og ég bara hef ekki hugmyndir hvað ég ætla að gera. Ég ætla bara að hlaupa bara eins rætt og ég get og... Þú átt að geta náð inn á í 2. Já. Og það er væntanlega markmiðið? Það er markmiðið, skemmtilegu meðvindurinn með okkur og... Já. Ég er hálfmóður núna bara, ég er svo stressaður, sko, þannig að þetta verður eitthvað skrautlegt eftir á. Já, það var eitthvað sem líkti þessu við bara að púta fyrir Íslandsmeistaratitli. Já, mér líður bara eins og ég sé að fara í eitthvað spretthlaup, sko. Já, þetta er svona að hluta til er það þannig. Já. Ég hef ekki hugmynd hvað tónleikur. Maður taka víti bara núna? Já, gera bara núna, droppa honum hérna.
Shit. Wow. Jæja. Hvernig líst þú á það? Ég hljóp alltaf hratt. Er það? Alltaf hratt. Sko, þú varst náttúrulega óheppinn. Þú misstir af boltanum og hann fór hann út í vesennið. Einmitt. Og þurftir að taka víti. Já. Sem kostaði þetta aldrei, sko. Einmitt. Tímiðinn var 2:52:61. Já. Og þú fórst á 6 höggum. Einmitt. Út af vítinu. Það er skelfilegt, sko. Þannig að þá er það 8:52:61. Já. Þannig vilt þannig að þegar menn lendir svona eins og þú gerir þá langar bara að drífa sig aftur. Er það svoleiðis? Það er alveg klárlega svoleiðis, sko. Mér langar bara aftur að gera þetta, sko. Þú voru að bíða betri tíma. Einmitt. En hérna, gaman að fá því í það. Takk, þetta var geggjað. Það ekki? Þetta er alveg frábært. Staðan eftir að 4 keppendur hafa reynt við speedgolf-þrautina er þannig að Valdís Þóra er enn í efsta sæti, Sigurð Þór Jónsson í öðru sæti, Gísli fyrir þriðja og Arnar Grant í 4. Hvað er það sem að kylfingar sækjast í svona ferðum? Sólinn, hitinn, grænagrassið og bara góður félagsskapur. Þetta er það sem að fólk vil sjá. Og þeir eru með nokkuð svæði hérna? Já, við erum hérna með á þessu svæði. Við lendum vélum okkar í Heres og svo dreifum við kylfingunum á 4 svæði. Er það eins og að gera upp á milli barnanna sinna að velja það besta? Það fær ekkert út úr mér hvað það varðar. En að sjálfsögðu eru svæði misjöfn og hafa bæði kosti og galla hvað það varðar. Er eitthvað svona karaktereinkenni sem að þessi völlur til dæmis hefur? Já, þetta er hérna golfvöllur sem eru hannaðar af Severiano Ballesteros og hann er svolítið þekktur fyrir það að vera með ýmsar hindranir á leið og það er svona svolítið einkennið þennan golfvöll. Nú svo erum við með Monte Castillo, það er reyndar bara 18 holur þar en afskaplega fallegur og glæsilegur golfvöllur. Hannaður af Jack Nicklaus, í raun og veru fyrsta hönnun Jack Nicklaus í Evrópu og óhætt að segja að hann lagði bæði hug og hjarta í að gera þetta eftirminnilegt. Það eru margar gríðarlega fallegar holur og kannski 18. eins og mest myndaða golfhóla Spánar, þótt við að vera leitað. Já, ég held það. Ég held hún sé mest myndaða hóla Spánar og að sjálfsögðu á nú þátt í því að loka mótið Evrópumótaröðinni fór nú fram á Monte Castillo 6 ár í röð. Áður það var flutt til Valderrama og svo núna til Dubai. Þið starfið ekki golfskóla á Costa Ballena sem hefur verið vinsæll og kannski sérstaklega fyrir kylfingar sem eru með hærri forgjöf. Ekki satt? Jú, og kannski fyrir kylfingar sem ekki eru með forgjöf. Við höfum núna í 18 ár verið með golfskóla, byrjum í Portugal og svo færðum við okkur til Spánar 2001. Og á þessum tíma erum við búin að útskrifa yfir 3500 nemendur. Og það er ekkert óeðlilegt að fólk komi hérna og er í raun og veru að taka plastið utan af golfkílónum þegar það kemur hingað. Þannig að þetta er frábær leið til þess að byrja ballið. Hvað gerir þetta fyrir kylfinginn? Tekur nokkuð skref fram á því hlýtur að vera? Já, þú getur rétt ímyndar. Ef þú færð að einbeita þér að golfi í 7 til 12 daga frá morgni til kvölds undir góðri handleiðslu, þú ert ekki truflaður af símanum eða vinnunni eða öðru slíkt, að þá erum við að sjálfsögðu að vinna stóra sigra með fólkið. Og það er það sem held ég að fólk upplifir þessar framfarir og lætur vita heim á Íslandi að þetta er frábær leið til þess að byrja valið. Það sem ég er að fara að æfa hérna núna eru stuttvið
og ég er búin að stinga niður tíum í 3, 6, 9 og 12 metra fjarlægð og alveg eins og í púttunum að þá finnst mér gott að velja tiltölulega hlutlausan stað. Þannig að það sé ekki mikið hliðarhall, hliðarbrekkur eða hólar. Það er ágætt að vera meðvitaður það að ef að ég get rúlla boltanum að þá það öruggari högg heldur en að lyfta. Já. Þannig að við getum sparað okkur fullt af höggum ef við erum ekkert endilega að reyna að lyfta honum, ef við þurfum ekki á því að halda. Við erum yfirleitt mun nákvæmari í lengdarstjórnum þegar við rúllum heldur en þegar við erum að lyfta. Þrátt fyrir það að það sé auðveldara að rúlla, þá lendum við stundum í því að við þurfum að lyfta. Og þó ég ætli að æfa mig hérna úr kanti þar sem ég þarf ekki að lyfta, þá ætli ég að ímynda mér að ég þurfa að gera það. Þess vegna er ég með lopphætt minn. Ég vil æfa þetta tvennt. Ég vil æfa það að rúlla og ég vil æfa það að lyfta. Okay. Og ég byrja með auðveldari kilfuna. Það er mjög gott að venja sig á það. Og þetta þarf ekkert endilega að vera 8 á lobbvets. Þið getur verið með 7 járn á pitching vets eða 7 járn á sandvets. Fólk bara svona hérna og æfa það svona mismunandi kilfur í sitt hvort skipti. Akkurat. Þegar ég svo byrja að vippa, þá tek ég mjög fljótt eftir því þegar ég er búin að skipta kilfur. Hvort það eru auðveldara fyrir mig að vippa með 8-unni eða að vippa með lobbvetsinu svona styrtari lengdir. Já, akkurat. Markmiðið er núna að boltinn endi við 10. Ég er ekki að láta hann lenda þar. Og svo er líka bara ágætt fyrir fólk að hafa það bak veirað. Að við þurfum ekkert að standa tímunum saman til að verða betri. Nei. Ef við gefum okkur 5 til 10 mínútur í hvert skipti sem við förum í golf, í stuttaspilið okkar, þá tekur það umtalsverðum framförum. Svo eins og í öðrum æfingum sem er í uppáhaldi hjá mér, ef ég er ósátt við þessa vegalengd hjá mér, þá ger ég aftur. Já. Þannig ég vil skilja við æfinguna, þannig ég sé sáttur sjálf á mig, fara út á golfvöll með sjálfstraust. Og þó maður kunni margar æfingar, þá þarf maður ekki að taka þær allar saman daginn. Hárrétt. Það er svolítið mikilvægt. Við munum þetta og þá er bara höldum við áfram að okkur. Það var sannkölluð golfhátíð í Grafarholtinu á laugardaginn þegar keppt var í KPMG-bikarnum. Þar áttust við úrvalslið, áhuga og atvinnukylfinga og landsliðin sem valin voru fyrir verkefnin á Evrópumótunum sem framfara í byrjun júlí. Keppnisfyrirkomulagið í KPMG-bikarnum var líkt og í Ryder-bikarnum þar sem leikinn var holukeppni. 6 fjórmenningsleikir fóru fram þar sem 2 voru saman í liði og léku þeir einum bolta til skiptis. 5 tvímenningsleikir fóru fram þar sem 2 kylfingar áttust við. Pressuliðið hafði betur gegn landsliðinu með 6,5 vinningi gegn 4,5. Fyrir hvert fugl í KPMG-bikarnum rann ákveðin upphæð til styrktar sumarbúðunum í Reykjadal en þangað sækja börn og ungmenni sem þurfa sérstaka þjónustu vegna fötlunar. Alls safnaðist 1 milljón króna en sannkallað fuglaðastríð skall á í Grafarholtinu og náðu keppendur alls 79 fuglum. Í næsta þætti sjáum við hvernig Ríkharði Daðasyni fyrirhugjandi knattspyrnumanni gengur í speedgolfi. Við spilum uppáhaldsholu Stefaníu Kristínar Valgeirsdóttur og förum með venna á heimaslóðir. Takk fyrir í kvöld.